Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að heyra kvikmynd sem að ungur maður hér á Akureyri hefur gert sem heitir Stórveldið sem varð og verður sýnd núna í næstu viku í Hofi, er það ekki rétt? Jú, mikið rétt. Velkomin Egill. Takk þér. Þú eltir Þór Káa stelpunnar, segðu okkur bara aðeins frá þessu, hvernig kom þetta til? Já, ég var búinn að vera að mynda dálítið hérna út á Þórsvelli, leiki og var búinn að vera hafði vitað þessu máli sem kom upp þær liðið fyrir tímabilið. Að það ætti að splitta þeim eða hvað? Já, og mér var að byrja að klæja í fingruna að fara að gera heimildamynd aftur. Ég var búinn að gera eina áður fyrir það og dettur þetta í hug hvort þetta væri ekki bara skemmtilegt, fín æfing fyrir mig og góð minning fyrir þær sko. Já. Gera, þannig að það byrja bara júlímánuði einhvern tímann, bara beint eftir landsleikjahliðið búið hjá þeim. Í fyrra? Já. Og er bara að fylgja þeim alveg út allt tímabilið og svo tek ég viðtöl við þær allar einhvern tímann rétt eftir það og fer síðan að klippa þetta jólin þegar ég komin í jólafrí í skólanum og sýndi síðan liðinu þetta í byrjun febrúar þessu ári. Það varstu bara tilbúin með heimildamynd? Já. Og varstu svona eins og grár köttur í kringum þeim, voru þær ekkert orðnar hissa eða pirraðar að þér? Nei, allan það virtist ekki vera sko. Nei. En segðu okkur aðeins meira þetta mál. Þær voru sem sagt saman að spila sem Þór Káa. Já, svo kemur það upp að það eigi að splitta liðinu, að segja upp samning sameiginlegt lið. Og þær voru ekki hressar með það, var það? Nei, þetta kom svona beint í andlitið á þeim sko. Já. Og mér fannst það mjög áhugavert að því þær tók ekki vel í þetta og svo virtist bærinn heldur ekki taka mjög vel í þetta, þannig að þetta var alveg eitthvað hægt að skoða þetta sko. Já, var þetta eitthvað sem var ákveðið bara í sikuru liðinu, Þór Káa eða hvað? Já, Káamenni koma með tillöguna að samningsslitum. Já. Og eins og þegar ég var í svona smá heimildaleit, lesa gamla fréttir og þá virtist það vera bara voðalega rottuskapur í Káamennum bara, við ætlum bara að hætta þessu og bara þið megið bara í ykkur. Svo þegar ég tala við stjórnarmenn bæði Káa og Þórs, þá kom annað í ljós. Það var einhver önnur ástæða sem kannski kemur í ljós í myndinni þá. Já. Já, segjum ekkert of mikið. En þær eru áfram að spila saman, það fór allt vel. Já. Og að standa sig mjög vel. Já, það bara pínu endurtaka leiki núna eins og í fyrra, bara virðast vera að fara alveg ósigrar í gegnum þetta. Frábært. Og hefur ekki fengið smá athygli fyrir þessa mynd? Ertu búin að sýna hana mörgum? Nei, ég er bara búin að sýna liðinu og bara þeim sem hjálpuðu með þetta og þeim allan að leist vel á þetta sko. En nú gefst fólki kostur að koma og sjá í næstu viku, það ekki? Jú, 19. júlí í Hofi, Hömrum. Og það er bara frítt inn. Frítt inn? Hver sponsar? Það er Listasumar. Það er Listasumar á Akureyri, eins gott að nefna það. Já, frábært. Og þú ætlar bara að leggja þetta fyrir þig, er það ekki? Jú, það er svona draumurinn, sko. Hvað sérðu fyrir þig sem næstu skref? Þarftu að mennta þig eitthvað meira, kanntu þetta bara? Mér langar að reyna bara að koma mér áfram bara á mér sjálfum, sko. Það er bara að reyna að þau upp eitthvað nýtt verkefni, sko. Já. Ertu einn að þessu, ertu í samstarfi, ertu með svona heilt lið með þér í þessu, eða? Nei, ég er bara einn í þessu, sko. Svona kannski hvíslað einhverjum hvort hann geti aðeins aðstoða mig ef það þarf sko, en annars er ég bara að gera þetta sko. Ertu að vinna einhverju svona í sumar eða ertu að vinna aðra vinnu eða hvað? Ég er í annarri vinnu eins og en svo er ég að skrifa bara. Já, það handrit? Já, svona í heimildaleit fyrir það. Já. Sérðu fyrir þér að leggja fyrir þig heimildamindir eða langar það að gera leiknarmyndir eða? Aðalega leiknarmyndir sko. Og það er eitthvað allt annað heldur en svona heimilda, er það ekki? Já. Þá þarf þetta að vera með svolítið svona pottitt handrit, svona kannski... Já, og svona búa til einhver dialóg og finna út sögu og svona. Já, en það er kannski bara mjög skemmtilegt verkefni. Já, ég prófaði einu svona, það var alveg pínu skemmtilegt að búa til eitthvað svona, sko. Já, hvað fjallaði sú mynd? Það var White Torture heit það, sem er þá svona einhver pyntingaraðferð sem þá er bara manneskju hendin í alhvítan klefa sem er glugga og hljóðlaus og bara skilin þar eftir. Jesús minn, þetta eitthvað sem er til? Þetta er til sko og þarna bara manneskjan að dúsa þar til bara þögnin og allt og hvíti liturinn, ærir hana? Já, allt áreittisleysi og bara grillar í heilan sko. Já, hérna. Og fannst einhverja heimildir um þetta?
Já, ég sá einhvern tímann YouTube myndband þetta, mér fannst það rosalega áhugavert. Þú ert sérst búin að gera mynd þetta, leikna mynd. Já, það var svona, aðeins eftir, þyrfti eiginlega að fara að klára hana. En svona, hvað verður þetta löngmynd? Hún bara korter, sko. Já, svona stuttmynd. Já. Þetta alveg magnað. Hvernig kviknaði þessi kvikmyndagerðar áhugi hjá þér? Sko, ég fekk áhugann bara á leiklist heldur bara leið og ég sá Lion King og Toy Story, sko, þegar ég var krakki. Segir svo að teiknimyndi geti ekki haft góð áhrif. Já, nákvæmlega, og eftir það þá var ég var aldrei ég, sko, ég var alltaf einhver allt annað, sko. Já. Það sá allir í fjölskyldunum það að ég færi örugglega bara upp á leiksvið, sko. Það var alltaf planið, en svo fæ ég áhugann á kvikmyndagerð og öllu dæminni bak við myndalinn og svona þegar við vorum að búa til kennaragrín fyrir árshátíð VFMA. Hvað ertu að segja? En hvað er skemmtilegt? Já, þá fekk ég svona prófa svona að vera í öllum hlutverkum, sko. Mótaði öll hlutverk. Já, það var miklu skemmtilega. Já. Þannig að nú er leiklistadraumurinn bara alveg farinn og þetta svona... Já, þetta er svona komið í staðinn, sko. Já. En gaman. Það er náttúrulega eitthvað kvikmyndagerðar fólki hérna á Akureyri. Já. Ertu eitthvað í sambandi við það? Ertu eitthvað í svona samstarfshugleiðingum? Nei, ég hef ekkert pælt í því, sko, en maður svona kannast alveg við marga, sko. Já. Þannig að það er alveg... Ertu bara búin að kaupa þér góða upptökuvél og... Já, keypti mér myndavél bara fyrir launaseðilinn eftir sumarvinna. Erum við að tala um svona stóra kvikmyndavél eða er þetta bara komið í eitthvað miklu minna format núna? Já, þetta er bara svona Canon ljósmyndavél, sko. Já. Bara búin að lifa henni og fikta mig áfram að henni, sko. Það er geta ýmislegt. Já. Og hvað með hljóð? Já, síðan alltaf bara kynntist ég því bara svona þegar maður var að fikta sig eitthvað áfram í þessu, sko. Var kennar upp í skóla sem svona átti svona græjur og fengur lána hjá hann, þá var það spennandi, þannig að maður keypti sér og... Já, er ekki svolítið mikilvægt að hafa gott hljóð og sérstaklega græjur í það? Jú, það er alveg, þó maður tekur ekki eftir góðu hljóði, maður tekur mjög vel eftir slæmi hljóði. Já. Og ertu með margar sögur í kollinu sem þú ætlar að svona koma á kvikmynd? Ertu að springa á sögum? Já, það er alveg nóg af þeim, sko. Já, en spennandi. Veistu hvað þú munt gera næst? Nei, ekki, það er ekki alveg ákveðið. Ertu í sumarvinnu eða ertu að fara... Ég er í sumarvinnu, svo bara í háskólan núna í haust. Þannig að þú ert að fara í háskólan að læra hvað? Sálfræði. Já. Það er nú svolítið klókt að vera með það líka í þessu fagi. Já, það er svona... Þekkja mannshugan. Já, akkurat. Já. Heyrðu bara kærar þakkir fyrir komuna Egill og gangi þér vel í kvikmyndabransanum. Takk fyrir. Og hvetjum alla til að kíkja í Hof á 50. 19. júlí á myndina Stórveldið sem varð. Já. Takk fyrir komuna.